Heyrist í okkur. Heyrist í okkur, það heyrist í okkur. Ok. Það loksins komið. En fyrir það sem mist af Jón Ingi, Steingrímur, Aron. Ertu viss? Ég veit ekki lengur. Nei. Með hversu oft ég hef sagt það. En jú, í dag úrslitakvöld frís. Jeps. Stór dagur, stór vandamál, kemur alltaf þegar það eitthvað stórt í gangi. Já. En það eru 2 skólar að fara að mætast hérna. Það Fjölbraut í Breiðholti og Tækniskólinn. Tækniskólinn. Já. Fjölbraut, samhljóðandi, sko. Já, þetta er jafnmörg atkvæði og þetta eru bæði lið sem eru búin að fara alveg á skemmtilegan hátt í úrslitin. Mjög. Þetta er Tækniskólinn, unnu FH bara, ég held að enginn bjóst við því. Ekki ein manneskja. Og Daxi KFC í Rocket League kom með eitt stærsta upset sem að ég hef áður séð bara. Veitu hvaðan kemur KFC-nafni á hann? Hann að vinna á KFC. Já, hann kenningur. Já, ég held það. Ó, næs. En síðan FB, þeir lentu í svakalegu tæknivesinni, neti datt út og bara allt vesen. Við þekkjum það. Já, þetta í Rocket League datt einn leikmaður út í fyrsta leik, töpuðu honum og sigruðu síðan hina 2 í Counter-Strike. Þeir voru eftir hérna 3-1 í 12-11 stöðinni. Já. En síðan datt einn af þessum 3 út og hann vann 1v2 á og komst í overtime. Þeir unnu samt overtimeið og bara stóðu sig ótrúlega vel og eiga alveg skilið að vera hérna. Já. En fyrsti leikurinn sem við erum að fara að spila í dag, það er Fortnite. Og ef við getum fengið að sjá nafnin, annars munum við þetta nokkunu einn, þá voru nokkur nöfn sem að þú kannaðist við. Já. Sem er að keppa í deildinni. Mythic og Vulture. Mythic, Vulture og bara síðan... Eina nöfni sem ég kannast við, sko. Goggi var að spila líka. Goggi var að spila líka. Já. Veit ekki hvort þið sem búin að sjá Adam, Núðlapa eða Viajan. Hawaiian. Nei, einhver Er ekki Goggi líka í síðastliðinu eða? Goggi er líka í síðast. Jú, hann líka í síðast. Já. Goggi er klárlega einhver góður eimir þarna í skólanum. En að meðan hjá Tækniskólanum erum við með Ég veit ekki hvort M á að vera þarna. En síðan erum við með Binni, Simple sem er fyrirverandi Counter-Strike atvinnumæður, eða núverandi. Ég veit ekki, ég var að vita hvað það djókaði ekki, þetta er ekkert hann, sko. Er þetta ekki hann? Þetta er ekki Simple, sko. Nei. Ég held það, þið voru búin að vera að segja það svo mikið. Já, það svo bara komist það öðru. Hann var bara að spila okkur móti úti og eitthvað. Echo, Eldar, Bjorn og Somboy. Somboy. Einhver gaur. Bara einhver gaur. Já. Og við erum að fara... Einhver gaur er betur en engin gaur. Hárrétt. Þannig við erum að fara að byrja á Fortnite-inu. Hvor haldið að sé sigurstrangari? FB. Þetta var fljótt. Já. Þetta var mjög fljótt. En ég held að það sé staðan. Þeir völdu það sem sagt. Þeir völdu að spila Fortnite á meðan Tækniskólinn völdu Counter-Strike. Já, en eins og við reyndum nú að tala um áðan, þá er lenskan þannig að ef þú velur leikinn á taparónum. Já, þetta er búið að vera smá þannig. Já. En síðan er þetta, þessi lið eru það allavega í Counter-Strike og Rocket League. Já. Ég kann ekki alveg að meta í Fortnite-inu. Sé ekki nógu mikið með við andstæðingana. Nei, sko man eftir þegar ég mættu FG að ég spáði þeim stórsigri sem var reyndar ekki raunin, sko. Já. Alls ekki, sko. Og mjög tæst hana. Töpuðu þið ekki? Nei, FG unnu Fortnite-ið. 12-11 þá. En það var heldur 12-11. Já. Sem var, já, eins og segi, ég spáði þeim stórsigri, var ekki raunin, sko. En vissulega voru þið þá... Ég man ekki hvernig það var alltaf. Nei, eina sem ég hef svona að segja með Tækniskólan er kepptu væntanlega á móti FH sem að voru með langsterkasta liði í pakkaði bara saman, sko. Það er ekki hægt að meta hæfileikana í þeim leik. Nei. Og síðan unnu er á móti FSU. Þannig það gæti alveg verið að sé einhver barátta í Fortnite-inu. Já. Síðan eru hinir leikir frá mínu viti allavega mjög nálagt. Já, ekki? Jú. Þetta er kepptu áður í riðlunum. Þar var þetta, ég held að FB er rétt unnu, en síðan er Tæknó bara með allt annað lið núna. Já. Þetta er bara liðið sem við sáum í þar seinustu viku. Þetta er bara ótrúlegt. Já. Þannig að það er bara coin flip, hvað vinnur þetta, sko? Já, ég held að gæti farið að sjensa að þetta fari 3-0 fyrir FB. Ég held að Tæknó eigi samt góða líkur á að vinna
2-1. Ég meina, við erum að tala þetta nú þegar double champ, sko. Það? Teknó, já. Við erum með bikar hérna. Tækniskólinn. Þeir vilja fríbítið, held ég. Já, og Fjölbraut Vesturlands á Akranesi og held ég eftir að bæta FSU inn. Var það ekki Teknó líka í fyrra? Ég held að FSU inn í fyrra. FSU inn í fyrra. Já, þeir voru mjög flottir og lentu síðan illa í, var það ekki Teknó? Jú. Unnu Counter-Strikeið á móti Teknó í bracketunum núna og töpuðu í Fortnite og Rocket League. Er þá Teknó bara búin að vera í úrslitaleiknum 4 af 5? Já, örugglega. Jesus. Ég held að FFA og FSU voru mögulega í fyrra. Þetta ég það, sko. Já, þetta eru sigurvegarinn. FFA unnu hitt í fyrra. Já. Það vantar greinilega fyrra. Já. Teknó. Eftir að bæta inn og fyrir árið í ár. Ég manstu hver spilaði úrslitaleiki við FFA? Ég held að það var Teknó á tímanum. En þeir var alla. Minnið það. Það smá síðan þetta var 2-3 ár. En Teknó hafa alltaf verið með ótrúlega sterkt lið í bara öllum leikjum. En núna erum að fara að sjá Fortniteið. Við erum FBA favored. Já. Ég ætla að segja að Tækniskólinn takið. Heldur að sé séns á uppsetti í Fortnite? Með síðustu umferð þá já, það er alveg séns. Í Fortnite samt. Þú talaðir minni mig bara í eitt af fyrstu viðregnunum. Þú talaðir að ef eitt lið er mikið sterkara í Fortnite, þá eru minnstu líkunar á uppsetti. Klálega, það er það þannig, sko. Já. En eins og við sáum bara í síðustu umferð, kannski eru þið bara ekkert sterkir og ég held meðan við heila spilarana, sko. Já. Síðan Af því þetta var svo ótrúlega close síðast, sko. Með líka hafa áhrif að leikmenn eru í húsinu. Já, þeir eru að spila final. Já, þeir eru að spila á svæðinu, þeir eru að spila í LAN-i. Já. Þeir eru ekki á sínu eigin setupi heima á sér. Það er alltaf áhrif, sko, við séum það líka bara í ekklaðinni. Sá sem að vinna deildina er eiginlega aldrei svo sami að vinna LAN-i, sko. Já. Þannig að það er alltaf, þú veist, það er einhverjir sem ná að svona adapta betur. Þetta er alltaf annað skrýmsli að spila LAN-i. Já, Þannig að og það er einnig bara veldur á hvernig stemmingu þú ert í, sko. Já, bara dagsformi líka. Já. Þetta er dagsform og síðan líka bara að all liðið er þarna saman. Það lætur suma spila betur. Já. Suma verð. Suma verð að vera í nýju setupi, en til dæmis þegar ég farið á laun, ég spila betur þegar liðið er hliðin á mér. Já. Og bara góðu stemmari er í húsinu. En núna fer þetta loksins að byrja. Tók smá tíma, en fáum að sjá hérna, hver er þetta? Aspectals, Adams og Mythic. Vulture Mythic 1. Vulture Mythic 1. Þeir báðir. Þeir, já. Er einn á lyklaborðinu og Mythic er á músinni. Það er endar, ég væri til í að sjá það í Fortnite. Ég pröfa það með hérna Ólafur hann. Já. Þetta er erfitt, sko. Já, ég trúi því. Það eru til dæmis í Counter-Strike og svoleiðis. Þetta er alveg hægt. Ég og hérna Ólafur hann fór mér feluleik með erflildinni. Þar sem hann var hérna á lyklaborðinu og ég var á músinni. Já. Það var bara ógerlegt, sko. Aspectalsina með gott frag. Já. Aggressíft spil hérna. Komnir 2 niður hérna frá Teknó. Það er aðeins einn hérna eftir. Og hann er fundinn hérna og tekinn út af Vulture Mythic. Náðu ekki að gera damage. Fyrsta rándið hérna fer til FB. Og þetta var mjög samfærandi. Já. Núna byrjum við upp á nýtt. Byrja að vinna hérna, reyna á hæðinni. Þetta er í Fortnite. Er ekki hæðin svona helsti hluturinn sem skiptir máli í svona Fortnite? Jú. Sko það er alveg hægt að spila down low groundi, sko. Já. En þá þarfstu bara að vera með geggjað aim á móti því að... Er þetta ekki, þegar maður er fyrir ofan, segjum að maður stendur hún á ramp fyrir ofan, er ekki miklu léttara að skjóta þá sem eru niðri frekar en þennan sem eru upp á ramp? Jú, þetta er náttúrulega af því að ef þú ert fyrir ofan, þá sérð þú miklu meira af leikmannum fyrir neðan þig. Hinn sé bara höfuð, skilju. En ég myndi að segja, jú, high groundið er númer 1 og svo er að spila á hægri píkið sem er 2, sko. Já, þetta er third person. Já. Það er endar, ég hef sjaldan hugsað út í það. Núna
lítur mjög vel út innan fyrir FB. Þeir eru bara að hlaupa yfir þá Simple tekin út og seinni umferð komin hérna til FB. Stefn mér alltaf bara í pökkun, sko. Já, þetta er þá eins og staðan núna. Ég held að það sé enginn búinn að deyja einu sinni í FB-liðinu. Ekki einu sinni búinn að vera nokkaðir. Það sér líka bara þeir eru allir þrír strax bara komnir með hægróndið. Já, og þetta er Tecno eru einhvað að reyna að bóksa sig hann niðri. Þeir eru það öruggir að þeir fara að fæta, en Þetta er samt alveg rétt spilað af Tecno líka af því að hérna, ef þú veist þú átt ekki eins og hægróndið, þá er boxfight ekkert vitlaust. Nei, það er bara taktík, sko. Þeir þurfa að koma niður til þín. Sérstaklega ef þú ert með málminn til að byggja. Það er ekki hægt að skjóta í gegnum þetta. Erfitt, sko. Aftur komum við hæð og mér sýnist það bara að vera það er bara lent mesta litt svo spratti fara þeir bara að reyna að lokka á í boxfight, sko. Já. Það er vitlaus hugmynd, en fundin þarna tekinn smá niður á meðan Adam tekur úr Tofu. 2 á 3. Ég er 2 á 3, er þetta ekki einn eftir bara? Ég held ekki, ég held það var Tofu knocked og kláraði sig hann. Það gæti verið að ég hafi mistað einhverju. Hann lítur alls ekki vel út inna. Þetta er Aspergdals, tekur út inna Binni og núna er þetta 1 á 3. BM-an. Já, alveg mikið. Simple nær innum en er síðan tekin út. 4. umferð, komin fyrir FB og þeir eru allir jafnir í eliminations. Allir með 4. Allir bara ná sínum í hverju umferð sínum mér. Smá ruglina í gangi, en nær hérna aftur upp á hæðina. FB mættu bara on it. Já. Þetta er bara búið að vera liður eins og ég sé að horfa á FH. Þetta er bara kortir í það mikið rúst. En nóg eftir hérna. Og flott skot innan frá Aspergdals. Þeir ætla að finna hann. Þeir pikka ekstra. Lemjan. Flækjaði þetta ekki mikið meira. Nei. 5. umferðin komin hérna. Bara 7 eftir fyrir FB á meðan Tecno þurfa ennþá að ná öllum 12 eða þeir vilja eiga séns á sigri. Eru þeir ekki líka bara svolítið að leggja línunar fyrir kvöldi í kvöld með bara sópa í fyrsta umferð? Jú, það væri mjög sterkt og gæti alveg haft áhrif bara á Tecno. Ég er að segja það, sko. Upp á það. Finnur hann baki á honum? Vá. Nei, það er svo þægilegt að geta hugsað hana, þú veist, ég má tapa þessum leik, þú veist. Maður vill væntanlega aldrei tapa. Nei. En það bara að fyrir Tecno ef þeir tapa þessu, að bara mega ekki tapa neinum leik. Það setur svo mikla pressu, pressan stundum fyrir illa með mann. Já, þetta er líka bara ungi strákar, skilur, þannig að það er ekkert sérstaklega vanir. Þetta er engin reynsluboltar, skilur. Nei. Og þetta er bara mjög mikilvægt að reyna að halda hausinn að sama hvað gerist. Flott skotana frá Tecno. Aspergdals ekki mikið eftir. Nær að komast inn niður, híla smá. Núna ekki alveg viss, þeir eru að skjóta hann frá öllum áttum bara. Öllum áttum. Nær aftur á boxi hérna. Og finnur fiskinn. Vá. Þetta var klött, sko. Þetta gæti verið mjög gott hérna, en Adam tekið niður. Farið að líta aftur smá illa út hérna fyrir FB. Þeir ætla að finna Aspergdals. Hittir ekki fótinu. Kemst inn í boxið hans samt, nær að taka niður. Og Binni hendur í mót. Og núna Vulture. Það er 1 á 2 á 3. Nei, ég held að þetta sé 3 á 2. Ja, 3 á 2 núna, örugglega. 2 á 2. 2 á 2. Jú. Já, það lítur að vera. Það er mörg skot í gangi. Vulture hérna með bara tróðfullt líf. Ætti að geta gert einhvað úr þessi. Hérna ná að flank á hægróndi, já. Mjög samfærandi að hana. Og núna lítur ekki vel út fyrir Tecno. Adam nær hérna síðasta fragginu og kemur stöðinni í 6-0. En það er líka bara fyrsta fella hjá Tecno. Já, en þetta var samt
þetta eru framfæri fyrir Tecno. Já. Þeir eru bara rétt að hita upp. Svona flott skotana frá Vulture. Þeir eru komast aftur hérna upp á hæð en skotin. Smá skjöldu tekin á honum. En Adam tekur út binni á meðan og núna Vulture byrjar að skjóta Godzilla sýnist mér. Já. Það er alltaf einn Godzilla. Já. Það er ég bara... Ég vissi ekki að Godzilla væri komin í leikinn einu sinni. Jú, hann er búinn að vera með. Ég held að það væri bara einhver alvöru manneskjur og einhverja stjörnur. Godzilla er náttúrulega stjarnar, sko, ekki Já. Fólk tvistið, sko. Hann líka heyrist Godzilla hafa verið til í alvörunni. Það er fakt, sko. Er það ekki? Jú, það er staðreynd. Ég sá hann. Sást hann? Já. Erstu mynd? Nei, tók ekki mynd, sko, hann bannaði það. Já, ok. Það var feiminn. Já. Já, ég tengi alveg. Hann er voru uppbygginn, skilur Hefur sitt starf til að skjóta skotina frá Vulture. Ætla núna bara að komast inn í boxi, gerir það vel og vel gert. Svakalegt skotana og núna er þetta aftur 3 á móti 1. Farið að líta aftur út eins og FB-liðið og lítið sem síðast getur gert hérna. Ætlar að reyna að pickaxa en Adam, hann tekur hann bara út venjulega. Staðan 8-0. Við erum líka búin að sjá það, sko, þeir sem eru að spila deildinni. Já. Við erum búin að taka eftir því mikið, hvað þeir hafa bætt sig ógeðslega mikið bara við að spila deildina. Já. Og þetta er þá bara forskot sem þeir hafa á hina. Þetta er akkurat líka bara með alla leikina. Það geta verið leikmenn sem eru betri en aðrir bara í solo queue. Bara þegar þeir spila sjálfur. Sérstaklega í Rocket League eða eitthvað slíkt. Síðan, Binni tekur út Vulture-ina. Síðan hefur það líka alveg mikil áhrif að, Adam tekin út. Hörðu, Aspectals 1 eftir. Snake unur randeguna. Getur hann ekki bara hoppa niður, lyfta okkur respekt þetta Aspectals? Það er náttúrulega séns að ná honum upp ef hann er að flýja. Já, takk. Gerir okkur greiða. Æ! Ja. Þetta styttir samt tíman. Heldur hann sé að hlusta? Ég held að. Ef svo bara 1000 takkir. En Aspectals 1 eftir. 2 hjá andstæðingunum. Tecno er að gera sig tilbúna til að fá myndaðalina yfir á sig. Sýna hvað þeir geta gert, en Aspectals með nógu í lífi. 3 litla skildi eftir og finnur flott skot. Taka krakkan hana. Tekur skjöldin allavega af. Það er... Ég er ekki með að taka skjöldin af 2 manna og... Hann er ekki færi, sko. Já, sérstaklega það bara... Það eru bara 2 eftir. Reyna að taka neina upp. Mikið af match eftir. 50 builds. Já, það líka. Höfum við oft lent í því að builds klárast í frís? Já, eitthvað af því, sko. Það er svona, það er kafli sem að ég held líka að fáir hugsa út í. Það er yfirleitt svo... Ekki spilarannir, þeir eru meðvitaðir það. Já. En ég til dæmis sem áhorfandi, þegar ég bara fylgjast með. Svo núna þarf hann að ná einum til þess að bara fá refresh, sko. Já. Þegar hann nær einum, fær hann bara refreshið, þú veist, materiál sem að hinn var með. Já. Þau eru ekki eins og það var einu sinni, fær hann líf og skjöld tilbaka? Nei. Nei. Var það ekki einu sinni hlutur? Jú, þú fekkst hluti 50 tilbaka. Eppinn þarna maður. Já, mjög. Búinn að maxa og dó hinn út af fall damage. Sá það ekki, sko. Ég held að hann hafi bara dottið niður. Þetta komið niður í 1 á 1. Alls ekki ómögulegt hérna, en getur verið hættulegt. Reynir að finna skotið. Það var gaman að sjá hann bjarga 3v1 svípinu, sko. Já. Hitti ekki skotið sem hann þurft að hitta. Gerir þetta samt svo vel. Já. Núna Tecno allavega komnir á borðið. Já. Komnir með hérna fyrsta umferðinir þeirra. Og við fáum núna að fylgjast með Tofu. Fáum að fylgjast með einhverjum úr tækniskólanum. Sjáum kannski betur hvað er að gerast þar. Flott skot, fundið. Ætla
þarf að reyna að finna annað en ekki víst að hann næri því. Gott taka mig á. Já. Vulture klárar hann fyrir okkur til að við getum fylgst með öðrum, en Binni nær öðrum með hann, komið niður í 2-2. Lítið að gerast núna. Þetta samt 2 fiskar og 6 mínus á Binni. Já, nei, það alveg fast sko. Bara í mjög fínni stöðu hérna, nánast með full builds. Finnur einnina, finnur ekki alveg skotið samt. Og heyrir í hinum. Erfitt að koma sér aftur hérna upp. Skotin í baki hérna, en tekur ekki of mikið líf frá þessu. Nei, ég var líka bara með þess að fiska þannig til þess að berga sér upp ef hann illa, sko. Þetta hvar Simple? Var hann hana niðri, já. Simple að reyna að komast í stöðu til að hjálpa, en getur verið erfitt. Ekki stiginn hans, þannig að það fyrir nýtt box. Simple tekin út og dettur niður og umferðin lýkur. Staða 9-1. Sorglega leið til að tapa. Já, þetta er vont, sko. Þetta var sérstaklega út að það var nóg líf eftir, en við erum komin aftur á Vulture. Tekið niður smá, en nær hérna í fiskinn. Fær sér holla mat og komin aftur í gott líf. Það er staðrein, sko, ef þú færði fisk í matinn og þá færði 40 HP. Já, ég var hérna fastur í 20 í gær. Já. Fekk mér einn fisk. Nei, fekk mér einn fisk. 60. Easy. Já. Síðan fekk mér líka vaskglas. Það er svona smá eins og slurp juice. Svona hægt og rólega bætist að lífið og skjöldurinn. Ég segi þetta við barnið mitt, sko. Þú verður að borða fisk, það er 40 HP. Já. Eitt flopper og þú ert góður. Já, ég. Og Vulture tekur aftur út með pickaxe-inni. Mjög samfærandi hérna frá FB. Já, bara þeir ekkert að grínast, sko. Við komum ekki upp í dreifinu mínu. Nei, þeir hugsuðu bara við erum búin að bíða allt og lengi eftir að byrja þið. Getum við ekki bara klárað þeir voru ekki að hita upp bara með það, sko. Þeir auka uppbytun. Bara, flott skot hérna og núna er þetta 3-1 hérna. Það er Mythic bara að sjá þetta sjálfur. Er þetta Vulture eða er þetta Mythic? Þetta er Mythic. Já. Er Vulture annar eða er Vulture Mythic? Ég veit Vulture, sko. Já. En hann er búinn að hita þetta í báðu leikjunum, sko. Hann sé bara það góður á náðu 2. Já, getur verið. Ég sá nefnilega, ég held að á nafnalistanum sem við fengum á það er sikkur, sko. Vulture og Mythic. Já. En við hefum ekki séð hann að Vulture spila neitt, þannig að... Nei. Nema Vulture og Mythic er saman manneskjan. Já, ég er að segja það. Hann er bara það góður á við 2. Já, hann er bara... Ef það vantar varamann, þá spilar hann hérna bara með tásunum. Já, það er bara 3-2, sko. Hann gerir þetta eins og tásur í Rocket League hjá Tekno. Spila bara með tásunum. Já, það er tásur eftir, maður. Já, nóg að tásum. Það eru tásur í úrslitum. En, vá. Hann slapp þetta sjálfur. Og 12-1. 12-1. Ekki alveg sópur. Nei, en svo gott sem samt, sko. Ótrúlega samfærandi. Já. Ótrúlega samfærandi. En þá er þetta fyrsti leikur sem er kominn fyrir FB. Ég held að við ætlum bara að reyna að gera Counter-Strikeið tilbúið næst. Reyna að klára vídeóið sem fyrst. Bara víst við erum smá eftir áætlun. Þannig ég held við sjáum ykkur bara eftir örsnögga stund. Jeps. Yes.
Velkomin aftur og ég ætla að fara rétt yfir þessa e-sportian auglýsingu sem að við vorum með. Þetta sem sagt séns bara fyrir fólk til að fá háskólastyrk út í Norður-Ameríku fyrir að spila töluleiki. Þetta bara draumurinn í rauninni. Þetta sem sagt e-sportian og Rísi eru núna í samstarfi og eru þá að fara að bjóða upp á skólastyrk fyrir ýmsa leiki og þar getur verið að keppa á efstu leveli, fengið bara fría skólagöngu jafnvel og bara fengið bestu þjálfara í heiminum og alvöru leið til að koma sér inn í bara atvinnumennsku í íþróttum, rafíþróttum. Þannig bara endilega ef þið hafi áhuga mikið að ykkur að klára menntaskólan og eru á fullkomnum tíma fyrir háskóla. Þannig sakar ekki að skoða þetta, reyna að sækja og sjá hvort það sé eitthvað sem að henda vel. En við erum hérna nýkomin úr Fortnite-inu. Nána sópur. Já, svo gott segja sópur. Það er bara 12-1. Næsta bara 12-1. Já. FB byrja mjög sterkt. Já. Leggja alltaf í línunar, svona vita bara Tekno, þú veist, þeir eru komin 1-0 undir strax. Já. Það er erfitt, sko. Þetta var alltaf mjög samfærandi. Þetta var ekki flókið. Ný. En núna eru Tekno, þeir eru smá á tánum. Þeir eru mjög góður í mjög sterkt CS-lið, sko. Þeir eru með mjög sterkt CS-lið og mjög sterkt Rocket League-lið. Já. Þannig að, þú veist, ef að FB næri ykkur uppsetti á öðrum leiknum, þá er það uppsett? Er þetta ekki svolítið 50-50? Ég held nefnilega ef þeir vinna CS-ið, þá er það uppsett. Okay. En Rocket League-ið, það er bara, já, það er bara kastar upp krónu. Heads, þá er það FB. Tails, þá er það Tekno. Ja, svo segir allavega stigatablan í deildinni. Já. Ég held að þú sér smá ósammála því. Ég held að Rocket League sé svolítið meira tækniskólmegin, sko. Já, þetta held ég glemdi að segja áðan þegar ég var að hugsa út í þetta. En þetta er munurinn með fólk sem hefur með liði og fólk sem hefur bara spilað sjálf bara á þannig. Þú veist, Daxi KFC, hann er að keppa í liðum í úrvalsdeild á meðan til dæmis Daryl Aram Khan sem er held ég svona reyndasti leikmaðurinn í hinu liðinu. Hann spila bara upp á gamanið. Já. Þannig Daxi með reynslu í liðsíþróttum á meðan Aram Khan, hann spila held ég bara upp á gamanið. Já, en hann á vissulega karja eða? Já, hann hefur spilað mikið og er mjög góður í leiknum, en hann er ekki með liðsreynsluna. Nei. Það er gaman að fá Counter-Strike-liðið hérna upp á skjáin hjá okkur. Já. Og svona aðeins að fara yfir þetta. Fyrsta næsti leikur hjá okkur er Counter-Strike. Já. Og í tennisskólanum erum við með Tix, Hypo, Tofu, Katie, Sorglub, Elisan og Peters. Og meðan hjá FB, þar eru við með Gogga Feita, Fíri Wap. Erum við ekki sammála því? Fetti Wap? Nei, Fíri. Fíri Wap. Já, ég veit að Leo var mjög mikið að hyllast að Fíri Wap. Þetta er sko Fetti Wap. Já. Quaru, Audio, Nobias, Pálmar Henry og Leifur. Já. Og Quaru, Audio og Nobias þarna virkilega sterkir leikmenn. Já, Fíri líka. Fíri? Já, og Goggi Feiti svo sem líka. Já, en á aftur á móti erum við með Hypo, Tofu og Tix hinum megin, sko. Sem að og við erum búin að fá það staðfest að kortið er ancient. Þið fá það aftur ancient? Þið búin að fá það staðfest? Ég fekk ekkert að vita um það. Nei, enda við segjum þér ekkert allt, sko. Já, ok. Sko. Þá er það ancient. Ég er bara sár. Ég held að þetta sé í þriðja skipti, það er þá bara ancient í þriðja skipti og þá er þetta alltaf Tekno megin, sko. Já, af því að þeir hafa unnið bæði skiptin sem þeir hafa spilað. Þeir eru væntanlega að velja alltaf. Þannig að Vító hefur farið þeim í hag. Já. Eru þeir búin að vinna? Þeir eru búin að spila tvisvar núna eftir ástalega úrslit. Já. Bæði skiptin hafa þeir unnið ancient. Tekno töpu á móti FSU. Ekki ancient, held ég. Í CS. Já, í CS, en var það á... Það er svo að segja, kortið skiptir 25% mér að máli, sko. Og ef þeir fá sitt map sem er náttúrulega ancient greiðilega og var það ancient á móti FSU, veistu það? Ég veit það ekki. Nei. Það er alltaf tóku örugglega ancient á móti FA þá. Já. En þá
Og svo er samfærandi á móti FSU. Já. Þannig ég held að boltinn sé pínu Tækniskólann megin. En spurning hvort að FB hafi æft það eitthvað, af því að það er náttúrulega... Já, sko... Þetta væri ekki að enda í Ancient ef FB væri ekki búin að æfa. Já, ég finnst að þeir bara banna það fyrst, skilur ef að... Já. Ég er örugglega alveg til í þetta. Það er líka alveg góða líkur á því að FB hafi sérstaklega eftir Ancient til að reyna að fá Tæknó til að peka það. Spurning. Völdu þeir ekki líka Ancient á móti FG? Ég held það nú. Nei, það var Anubis. Það var Anubis, já. Við erum búin að taka Anubis til þess, sko. Já, FB tóku Anubis í bæði skiptinu, var það ekki? Jú. Já, ok. Tækniskólinn er að stíla svolítið á Ancient, sko. Já. Þannig það verður allavega gaman að sjá það. Þetta verður hörkuleikur, held ég. Já, held að líka. Já, eins og ég segi, ég veit ekki hvor er að fara að vera sigursælari. Nei, og maður líka horfir bara á leikmynna, þú veist, með því líka leikstjórnendur og því líka spilara í báðum liðum, þú veist. Og kannski er þetta bara að vera að velta á einhverjum einstaklingsgæðum? Já. Já, mér finnst það ekki ólíklega, sko. En þá held ég þessi Kvaró, sko. Kvaró, en... við fengum mappið, sko. Já, þú veist. Getur þetta ekki tekið af eins og Tofu og Hypo og Tix líka, þú veist. Það er allstaðar í báðum liðum eru menn sem geta bara gjörsamlega brillerað. Já, þetta er, og síðan er þetta... Við erum einhverja velta upp á því, hvorum er betri verðispilara? Já. Er ekki counter-terrorist slæti að fara að skipta svolítið máli? Jú, en þeir fá bæði, þannig að þetta ekki. En hvor byrjar á terrorist? Ef Tækniskólinn halda áfram á terrorist, þá byrjar með betra tempo af öllum líkindum. Spurning hvaða lið velur, hvað Tækniskólinn tekur? Já, hljóta að vilja terr. Þeir hljóta að stegja bara. Ég trúi ekki neinu öðru. Þetta er eins og, ég veit ekki hversu oft við höfum þurft að fara yfir þetta. Nei, það er bara eins og Tækniskólinn bara panta þetta. Já. Nei, en þetta er bara terrorist á Ancient. Það er eina skipti sem terrorist er svona vel mikið meira favorite. Þeir hugsa málið. Kannski er líka betra að byrja á counter-terr. Þeir byrja counter. Það er það sem er datt í hug. Þeir ætla að klára counter. Þeir ætla bara að byrja á erfiðapartinum og síðan ætti restinn bara að ná að fljúga í gegnum það. Er það ekki svolítið líka bara svona sjá hvernig FB eru stattir í terr? Jú, mögulega. Þetta er alltaf betri hliðin bara til að meta hitt liðið. Já, við sjáum hvað er vel skinnaður, sko, þannig að... Já, handskar, karambit. Já, þetta er búið. Þannig að það er heitt launaseðill ef einhverjum. Er þetta ekki bara allt liðið á A? Jú. Já, Rush B heilla smá meira. Vistu það? Já, Rush B er alltaf rétt. Það er þetta Raspi. Tofu einn. Vá! Næ, bakið á þeim! Hann þarf samt að gera þetta vel. Nei! Næri ekki. Þetta er sorglegt en Firi og Nobias taka stikkorinn út en að flott skot. Og G-feiti tekur út KD, Kitty. Er þetta Kitty eða KD? Sjá, Nobias tekur aftur út en að Hypo og Tix er einn eftir. Tix finnur ekki annan og FB byrja vel. Ég held að Tæknó hefur verið að gera mistök við að vilja setja fyrst. Já, ég er eiginlega... Það er alltaf betra að spila léttari helminginn í byrjun út af maður er ennþá að hita upp. Ég held að Tækniskólinn sé ennþá bara svolítið að læra á FB hérna. Já, er það kannski spilastílinn hjá... Nei, svo líka fólk hefur alltaf verið hrætt við að rössa byrjun sæt, sko, á mótið þeim. Þegar gerðu það núna og sérðu bara Tæknó... Sérðu það þeir fara allir niður miðjuna núna og nú ætla þeir allir að taka sæt. Já, ég fín mjög fín tilraun. En ekki víst að nái að hefnast mjög vel. Firi og Nobias taka stikkorinn nema að finna samt einhver skotina á FB með. Hérna er teamkill! Kvaró tekur út 2. Og með doppelkill af það. Audio klárar umferðina. 6 brögg frá FB í þessu rondi. Mjög samfærandi. FB bara líta ótrúlega sterkir út. Það er væntanlega ekki
við náum ekki alveg að meta allan leikinn núna út frá pistol round og Ég held að við erum að meta svolítið rándið núna það sem að tækniskólinni komið með full buy. Svo sem ekki samt. Semi-full buy, svo sem. Þetta FB eru nefnilega ennþá í bónus. Já, og tæknu ekki með rosalega gott utility, sko. Góðu molli hérna. Það væri, Tofu hérna, vel gert. Með hann öðrum skjóttu bara, vinnur. Nei! Vá. Audio tekur út hérna Hypo og Stepcat en Tofu tekur út, annan í umferðinni. Já, hann lét heyra af sér að hann stökku upp. Þannig að það er hann bara að fylgja eftir. Tofu tekin út samt, komið niður í 2-2. Koaro og Nobias á móti Tix og KDE. Nobias er lár. Tix ætti að geta tekið vel á móti þeim. Hann er ekki með hvað sem nú hátt uppi. Hann er að bjarga sér. Já. Heldur betur en að bjarga sér, sko. Já. Niður á lappinnar, síðan fer þetta upp á hausinn eftir smá. Það er besta trikkið. Tix hérna með virkilega gott ránd fyrir tækniskólan. Það var mikilvægt. Samt, ég veit í hversu gott þetta var upp á peningin. Og voru tveir sem að lifðu af, náðu einn AK, en missa núna lossbónusinn og eru ekki með fallegasta kaup sem til er. Nei, þú tekur alltaf rándið og farðar, sko. Með þetta gæti verið, næstu 2 umferðir, gæti verið frekar erfiðar en að fyrir Tæknó og byrjar ekki vel. Goggi feiti, tekur út Hypo. Tofu ætlar að reyna að halda sig hérna, búinn að vera mjög góður í þessum leik hingað til. Koaro heldur hann vel. Stepcat finnur við Nobias, en Goggi tekur út Tofu. Stepcat einn eftir og er tekin út af Audio. Það var bara beðið frítaldi, eða hvað? En Tix og KDE ennþá eftir hérna. Ætti að vera frítt sæt, en spurning hvort þeir ná einhverjum skaða hérna eða hvort þeir segju bara. Sýnist einn að vera að lurka hana í smóknum, báðir. Plast hérna, en Tix dodger það vel, tekur út Audio, en Fíri treytar hann vel. Lita á hann núna. Lita af sér. Núna, ég veit ekki. Já, reyna á AK-inu frá Tix hérna. Nei, ég hlifti bara að spara þig og meina 4. Þetta er næsta ránd er að fara að vera mjög erfitt fyrir Tæknó. Þegar það er, já ekki víst að eigi efna á kaupi. Já, Kitty getur bara droppað einhverju ruglega. Já, Kitty getur droppað, Tix getur keypt, en ég held restin er bara ekki að líta mjög vel út. 3-1, þetta er samt fyrir Tæknó. Ég held að ég ná fjórum umferðum á Counter-Terror. Þá held ég að leikurinn sé ennþá alveg í gangi. Já. Já, þetta er náttúrulega vant frá því að vera búið, sko. Þetta er mikið að rauðum hnífum í dag. Ég segi líka risastór. Vel yfir með þar. Já. Núna setja upp, en það er bara miðjuspil hérna hjá FB. Geggjum eldir maður, vel tók. Hypo hérna nær einum. Eru hérna tveir að læðast upp á sætið. Spurning hvort Tix finni á. Hér það syns mér ekki alveg. Ná niður plantinu, spurning hvort að Stepcat finnur á. Nei, Stepcat er fundinn. Tix nær ekki alveg að taka út Gogga, en Hypo kemur í bak, tekur út Audio, en er treytaður. Já, vond. Smá erfitt hérna hjá Tofu, nær allavega einum. En þetta ætti ekki að vera mikið vandamál fyrir Nobias og Gogga og þeir klára 5. umferðina hérna 4-1 fyrir FB. Það er bara lendurinn þannig að Tæknó nær einum og FB nær bara alltaf að treyta það. Já. Þetta er líka, FB eru bara að hitta fleiri skotum. Já. Það er ein umferð sem að Tæknó eru að líta mjög vel út í. En FB bara hreinlega sem lið og einstaklingar eru þeir að líta út sterkari í að hinga til.
Já, ég veit því svo vanti má upp á ákvörðuntakarnir hjá tækniskólunum og þú veist, þeir eru ekki að fylgja eftir þegar það eiga að gera það á öfugt, sko. Þeir eru líka, það er alveg spurning hvort það myndi hefnast en að fljótt tigg. Ekki lengi gert. Það er líka spurning hvort það sé rétta múið. Þeir eru að spila mjög aggressiv. Leinir. Ekki mjög leiðilegt, sko. Nei. Já, tækniskólinn þarf að fara að vinna eins og 1 eða 2 round hérna í Counter-Terrorist. Þetta er erfitt og FB eru bara að spila þetta virkilega vel. Já, ég held að Tækno þurfa bara að vera slakir. Þeir eru rosalega fljótir að ná sér í stöðu sem kannski ekki raunin það sem eiga að vera að gera. Þeir ættu að vera kannski aðeins aftar á sæt og vera að peka minn út. Þeir ættu að vera í fínni stöðu samt núna. Sýnist það. Þeir eru búin að hægja smá á sér. Spurning hvernig KD tekur á móti þeim. Nei, tekur nú út. KD gerir það tvo. Nær ekki taka út. Tofu tilbúin að koma að hjálpa hérna. KD Getur ekki bolla á drag. Hypo hérna. Tekur út annan. 4 á 1 allt í einu. Tækniskólinn hérna. Og já, Hypo hérna. Hypo var þarna, ég held að enginn sá Hypo. Hann var þarna bara að fela sig einhvers staðar út í horni. Ég sá Hypo. Ég sá hann ekki. Mikilvægt ránd hérna fyrir tækniskólan og ná þarna 2 AK-um sem er mikilvægt. Líka bara mjög fínt þannig að þeir tóku sig bara rólega. Þeir voru ekkert að pushja mitt alltaf mikið, þeir náðu smá plás, komist inn í donut. En þeir voru ekki að gera neitt óþarfa play. Nei, þú hefur líka bara akkur það sem hefur vantað upp á bara á mótinu og þegar það illa gengur að breyta ekki til. Fólk er bara ákveðin að halda aftar þegar þeir eru að ná að mæta þeim í miðinni. Gera þetta aftur en Hypo píkar inn Nobias og Nobias nærunum. Nobias þetta núna er enn á Tofu líka. Jétur, nei, ok. Heyrir í Tix rotate hana. Núna Tix ætlar að píka miðina, ætti ekki að enda vel fyrir hann. Spurning hvort þeir sjá hvern annan. Jú. Það er taggi. Pískaði hana, núna er Nobias að fara að lappa inn í Tofu. Hætti samt við. En Fyriva endur að sæta með hann, nær einum en tekin út af Tix. Nobias kominn djúpt hérna inn í miðina. Tix ætti að sjá þá, kemst í gott horn og tekur út fyrsta, tekur út annan, KD. Vel spilað hérna. 3-2, 80 mjög lár. Já, Goggi hefur sér betri daga. Væri ekkert á móti að fá einn fisk. Nei, þá var hann kominn 96 á B, sko. Já, það er ekki slæmt. Er allavega með armorinn. Heyrir í þeim púsa inn á sæt núna. Já, steppaði. Spurning hvort að ná samt að gera eitthvað. Fínt plass en Tix rotar það vel en er samt tekin út. Ekki vera á ferðinni þegar hann kemur vinur. Þeir samt. Já, Tofu tekur 2 hérna í gegnum smók. Hvað var bomban? Það er reyndar var það Nobias eða Fyri á miðjunni. Já, fyrir hann dó einn á hann á sæt. Já, var það Nobias og ég held nefnilega að bomban var ekki inn á sæt. Það var hefur Nobias. Ég held hún var þarna upp í áttunaðu spónu þeirra. Fór ekki Nobias með einhverjum? Var þetta ekki Nobias Kovaru? Eitthvað svoleiðis og hérna er tækniskólinn að spila þetta virkilega vel. Já. Komin með tempóið aftur. Og Stekka er að fara að lappa inn í 2 og 3 og nær hérna Gogga og Fyri en er tekinn út á 3. Já, þetta var bara það besta sem hann gert í rauninni. Hefði verið skárað að ná 3 líka. En Tix líka. Ótjó og Kovaru bara skjóta eitthvað annan. Tix tekur allavega flott 3 þarna og bara mjög fallegt rándana frá Stekkat og Tix. Greinilegt að tækniskólinn eru
svona aðeins búin að hita upp núna. Þeir eru farin að hita skotuna sín. Já, ég held líka að FPS séu bara orðnir smá stressaðir. Staðan heita 4-5 og tækniskólinn bara í góðum málum. Flottum málum núna. Við töluðum að þeir þyrftu allavega 4 ránd í counter. Já, þeir eru bara komnir upp í það. Allt annað er bónus núna. Já, ég held, þeir væru alltaf til í að ná upp í 6. Ég hugsa það. Það er draumurinn. En í 4-5 þá er allavega nóg eftir í leiknum. Ég líka bara á semi. Þeir eru bara spar. Taka samt 2 fyrir 2. Já. Spurning hvort Stepcat sé að fara að finna einhverja að gera inn hakan á þeim, en það er ekki alveg að tengja. Vita á honum í bak samt. Þeir eru umkringdir hérna, en það gæti samt líka verið slemmt fyrir Tekno þar sem að þeir eru allir einir. Tix tekur út Koaru, KD tekur út Mobias, núna er Goggi Feiti einn eftir. Kemst hann baka á? Hann er ekki með bombu. Ekki víst að þeir vitum hann. Held ekki. Bara sáu bara svo. Já! Hefði mögulega átt að bíða smá lengur. Sjá hvort hann getur fundið einhvern annan, en þeir ætla ekki að gera þau mistök. Finnur hérna einn rétt svo missir. Tix bara í gegn. Já, vel. Tix búinn að hitta upp og finna miðið, það er greinilegt. Hann hefur hent búsinni og skipt hana og eitthvað. Fínt timeout komið hérna frá FB. Já, það er að hægja á þessu. Já. Aðeins að tala saman, sko. Þeir finna út hvað var að gerast í byrjun sem er ekki lengur að gerast. Ég held að það sé bara tækniskólinn ekki að pussa Já, þeir eru bara að halda aftan. Já. Þeir eru bara að spila rétt. Ég held, það gæti alveg verið að tækniskólinn hafi komið inn bara með smá ego og sagt bara, heyrðu, við ætlum að pussa á í hverju einasta rándi. Sópuninn sem við fengum í Fortnite, við ætlum að skila hann tilbaka. En síðan er FB bara of sterkt lið til að ná að gera það við. Þá bakkar tækniskólinn bara og tekur það sem þeir eru búin að sína að þeir eru góðir í líka. Að þeir geta skipt play. Sem þeir eru búin að gera. Já. Og þetta er síðan nokkur ránd það sem að það er bara 2-3 leikmenn bara búin að taka á móti. Ég held að svarið við þessu núna er fyrir FB, að þeir eru að halda svona aftarlega, er bara að keyra inn. Já, fara bara röspi. Já, basically sko. Það er eins og við sáum í vídeóinu hjá þeim í seinustu viku. Já, þeir eru búin að vera að predikera að það er eina vitið er að raspi. Já, en það er eina playið sem þeir eru ekki að gera. Já. Þannig ég væri til að sjá það. Tækniskólinn er búin að taka 4 ránd hérna í röð. Það er spurning hvað FB gerir hérna til þess að svara og ég held að þeir ætli bara á miðjuna, sínst mér. Þeir eru samt alltaf að hlaupa inn í sama utility. Komast í gegn þetta en þeir eru það lágir. Þeir eru alltaf, þegar þeir hlaupa í gegnum miðjuna, hvert einasta ránd sem að þeir kasta nokkrum neitum, molotov, bara kasta öllu ánga. Audio Quoro hérna, spila hægt. Ná allavega einum, í 3-2 en Hypo fljótur að minnka þetta. Var þetta Ace hjá Hypo eða? Já. Þetta var Ás. Var það Ace? Já. Þetta var Ás. Damn. Hann fekk líka hjálp með hvert einasta kill. Já. Ég held að á Tofu og Stepcat. Það var bara neitin sem þeir köstu. Er vappin komin á audio? Nú gæti eitthvað farið að gerast. Komin með stóra prikið. Já. Nei, það er alveg spurning hvernig það mun hjálpa þeim. Hann var sterkur með hann síðasta leik. Hann er mjög góður á vappanum. En bara hvernig er hægt að nota vappan vel á attack? Á einsjö. Ná bara að pikka miðin. Mobias gerir það. Kemst hérna, ég sá ekki hvort hann komst út úr smóknum og tók skútið síðan eða hvort það var bara hægni. Stepcat nær sem fyrir í. Flott skotina. Spurning hvort Koaru ætlar að gera eitthvað hetjuplayana 1 og 2 en Hypo tekur hann út. Erfitt núna fyrir Mobias og Audi á 4 á 2.
Ekki ómögulegt samt. Ef einhver hleypur inn í línuna hjá Audio. Búið að minka og Nóbiast samt að ná að laumast hérna á bakvið. Frá hættulegu lörki. En það ætti að styttast í að þeir gerir ráð fyrir að þetta sé að fara að koma. En Nóbiast finnur einn. En Sorglöf sterkar. Tekur út henni hérna. Flott skot. 7-5, helmingur. Algjör viðsnúningur hérna á Já. Já. Núna er spurning hvort að tækniskólinn séu meira efðir á attack. Það er spurning. Á terror. Þetta væntanlega ef þeir völdu counter-terror gæti annarkvort verið það að þeir vildu byrja á erfiða partinum eða að þeir eru bara vel efðir þar. Hvað er þetta, FB með annað taktikal? Nei, mér finnst þetta bara vera nýr hálfleikur. Já, ég er bara yttlýsingur. Já. Spurning hvað tækniskólinn gerir hérna. Gefa miðjuna alveg. Fara inn í donut og ætla bara inn á A. Flott skotana frá Hypo. Taka út Audio. Taka Kvoru hérna. Ég gleymi alltaf enda í dag að við séum bara upp í 13. Audio og Fiti taka sikornina, komið í 4-3 og Audio heldur áfram. Með dúllutnar. KDS hann tekur út hérna þriðja. 4 í vapp, 1 eftir og er tekin út úr bakinu. Og vá. KD. Já. Er það mjög gott KD? Hann er... 9-7. Já, 9-7. Hann er í plús. Tix hérna og Hypo bara... Hypo var lengi í gang en þeir eru aðeins konir á stað. Eitt sem að ég tek líka eftir hérna. Tölum að Kvaru er mjög sterkur. 2 og 10. Já, og hann þarf að koma sér í gang. Nóbiast hérna er svolítið... Hann er smá með liðið á bakinu. Já. Nóbiast hérna. Fínu en KD heldur bara áfram. Þannig að 4-3 lítur þokkalega vel út fyrir eftir. Já, skilja dúllunar. En vel gert hjá Audio að finna treytið hérna. Munaði ekki miklu að þeir höfðu tekið Audio út líka. Handaði hérna yfir. Það eru líka bara núna að vopna á kortinu fyrir F-bits að taka upp, sko. Núna sýnist þeir ætla bara að planta hérna koma þið niður, en FB ætla að spila þetta bara allir saman. Rétt múfi hérna, en séns að Hypo nái bara að taka alla út. Nei, þeir... Jú, býttu nú við. Heyrir í öllum. Tjekka þér hornið. Gera það ekki. Þú tóð hérna að hraða byssunni. Goggi Feitin tekur hann samt út. Er með fullt í líf. Nei, hann sparar. Hann ætlar að spara AK-in. Já. Þetta er bara niður til honum. Hann er ekki með kit. Hann er aldrei að fara að vinna rándið. Það besta sem hann getur gæst er að taka út KD. (9-5) fyrir tækniskólanum. Algjör viðsnúningur hérna í þessum leik og tækniskólanum svolítið að sýna bara hvað í þeim býr og svona pínu aga líka í rauninni. Já. Þetta tækniskólinn sem að flestu voru að búast við. Ekki hundsum fyrstu 6 rándin. Þetta er það sem að við vorum að búast við. Þrátt fyrir það að ég held að FBS séu líka spila undirvæntingum. Já. En spurning hvort það kemst í gang núna næstunni eða hvort að það sé bara eitthvað vesen með að venjast nýri tölvu. Þeir verða bara að gera það núna. Og Nóbias tilbúin í að halda liðinu sinni uppi. Tekin út hérna af sterka. Ætti að ná bombunni niður.
Audio finnur hérna Hypo. Sterka nær allavega að taka út Kvaru en Fíri treytar 3-2. Fínt flankina frá Audio og heyra samt í honum. Tix tekur út 1, Tix tekur út 2, Tix tekur út 3. Vá! Kvaru bara virkilega kaldur. Já. Það smá það sem að vantar upp á hjá FD. Það svona, þeir eru ekki að spila þetta illa, þeir eru að treyta mjög vel, þeir eru að hitta skotunum sínum, en þeir eru ekki alveg að ná að klára randin. Tix að spila meistaralega vel. Tix að spila mjög vel, já. Það mjög mikið að einhverjum multifrags líka. Tix kannski ekki mest konsistent í þessum leik, en hann samt að hann að vinna heil round fyrir liðið sitt. Þegar hann hittir þá er roundið bara búið. Það stóð bara á miðjunni. Tekno taka henni út 2 en Kvaru tekur út 1. Búinn að hitna smá. Búinn að margfalda henni KD-ið sitt, killin sín 1,5. En oft vantar ekki mikið til þess að koma sér í gangi í leikjum. Hvort það sé bara 1 kill eða smá pása. Goggi tekur út Tofu, Kvaru tekur út fyrsta, tekur út annan. Nær ekki alveg að snúa sig við og taka út Tofu. Frögginn hjá honum, meir en 2-föld. Fíri á ennþá alveg séns í þetta round. Hafa enga hugmynd hann. Nær hann Ghost? Ég held hann ætti að ná Tofu hérna. Ég það engan við ráð fyrir honum. Nei, halló. Nei! Wow! Æ. Ég væri búinn að lífa serverinn. Já. Já, hérna hér. Ég held þetta var líka þannig. Hann sá hann, allt liðið var á öskræðina. Hann er þarna! Já. Hann byrjar að snúa sig við, sér hann, skýtur einu sinni, hittir ekki út að hann er alveg að panika. Og Tofu 11-5 hérna fyrir tækniskólanum. Spurning, það kviknaði einhvað í Kvaru í seinustu umferð. Já, en það ekki bara full lítið og seint, eða? Það gæti vel verið. Við erum með hana, eiga alla miðuna. Það er sterkja. Einmitt! Nobias tekin út. Goggi tekin út. Fíri einn eftir. Sprengja komið niður. Núna ætti Hypo ætti að finna þetta og geri það. Það er bara fullandi match point. Match point, komið í hús, 12-5. Þetta er miklu meira samfærandi heldur en ég hefði búist við þessum leik. Já. Og ég held þetta ætti alveg að byrja smá pressu á FB. Ég held að tækniskólinn sé að fara að taka þennan leik og bara þetta er að ég eftir að ráðast allt í seinustu umferðinni. Það er skemmtilegast að enda í rockið. Kvaru finnur hérna Hypo. Það er ekki alveg að útiloka hann leik strax. Tix mæti Kvaru tekur Tix. Smá byrjaði að kvikna í honum. Mjög líklegt að séu of seint. Tekur út þriðja hérna. FB tilbúin að halda sér hérna inni allavega í smástundu viðbót. Gefa Rocketix-strákunum tíma til að hita upp. KD og Sterka, 2 eftir. Erum við fullt líf. Audio og Kvaru virkilega lágur hérna. Mjög vel haldið öllum stöðum hérna frá FB. Eina sem að maður hefur smá áhyggjur á er að Nobias er alveg einn að fara að halda þeim. Og sýnist liðið verið rótið það í hinna áttina.
Vítu örugglega ekki af honum samt. Nei, vita ekki neitt. Nóbia sér byssuna, tekur út fyrsta, tekur út annan og nær að halda FB inn í leiknum. Ég er ekki ennþá búinn að afskrifa þennan leik. Nei, enda er það ekkert hægt ef að FB kemst í gang og ég meina, nú er þetta bara upp á tækniskólanum að klára þetta í rauninni. Já, hvað er á ég komin í gang? Seinustu 3 round er hann búinn að fjórfalda killin sín. Sama liðið þarf bara að halda haus, spila vel fyrir miðuna, eigna sér miðuna, en gefa alveg sætið. Spurning hvað er að finna einhver? Nei, hann er fundinn. Smá gap í smókinum og er tekin út. Lítur alls ekki vel út fyrir FB og Audio. Bara verið að finna einhverna. Einhver neitt, sér engan samt. Góðu Molli, nær að hægja á landinu. Stoppa. Og finnur smá tics hérna, nær að taka út tics. Káti tekur Audio út, býr í ásætinu, núna er Nóbias og Goggi 2 eftir á móti Tofu og Hypo. Tofu vel falinn hérna, finnur Gogga, en Goggi finnur hann ekki tilbaka. Jú, fínt treytina, stikkar. En það dugar ekki. Tækniskólinn rétt nær þessu! 13-6, tækniskólinn, jafna metin í viðureigninni, koma þessu yfir í 1-1. Alveg hreint út sagt dásamlegt. Já, það er bara að fá Rocket League sem síðasta leik í úrslitum. Eina sem að ég á eftir að biðja það er að Rocket League fari í 1-1. Það eru úrslita Rocket League leikur. Já, Það kætir mig mjög að fá Rocket League hérna í 1-1 hérna í seinasta leik. Það er svona, í þessum leik, það vantaði mikið upp að hjá FB megniðaleiknum, en Tekno spilaði þetta líka bara ótrúlega vel. Ekki víst að Kvaru og Quake í sér fyrir hefði haft áhrifin til að breyta þessu, en samt geggjaða leikur. Ég verð að gefa tics þetta. Þetta var því líkur leikur, þú veist. Ég held að örgulega 5-6 af þessum rándum sem að þeir fengu, það var bara tics. 3K hann ekki á 5-6 skrinnum? Jú. Hypo reyndar fékk á sína það ekki? Jú. Já, ég ætla líka að fá að tilnefna hann líka, sko. Stepcat líka búinn að vera bara mjög konsistent. Var ekki bara vöndurinn það að besti leikmaðurinn hjá FB var kaldur í dag? Mjög. Jú. Það var eins og við sáum í þessum seinustu rounds þegar hann var að taka út 2-3. Það var allt í henni voru komin tilbaka, sko. Já, þá var þetta enda mjög geranlegt. Of lítið og seint, sko. Já, en styttist í að Rocket League sé ready. Eigum við ekki að henda í eldsnöggu pásu? Jú, takk. Sjáum ykkur eftir smá.
Velkomin aftur og það er komið að því. Það er úrslitaleikur og það verður Rocket League. Bara, hvernig líður ykkur eftir síðast leikinn? Mér líður alveg vel, sko. Er það? Já. Ertu viss? Það er bara fínt, sko. Það er nærrið aðrindar og Já. það er eitthvað tuss í mér, sko. Já, þið eru báðir búin að henda í leinirnar. Já, það er eitthvað tuss að koma, sko. Ég skal taka því þessum leik. Já. Já, þú mátt taka það. Og bara þvílíkt vel spila hérna hjá Tækniskólanum og bara, wow. Geggjuð leið til að halda sér inn í mótinu. Já, og setja þetta í 1-1 fyrir síðasta leik sem að verður Rocket League, þannig að þú veist. Og ég held að þeir séu bara mjög sátti með að hafa Rocket League. Þú ætlum að minna að þessu Tækniskólinn séu sterkari þar, ekki? Ég myndi segja að bæði lið væri sterk, en ég meina, þetta veldur kannski bara á einstaklingunum, held ég, núna. Já, ég held að þetta veldir allt á hvor er betri. Já, ef þú værir að bet the farm, hvern myndir þú setja á? Tækniskólann. Já, ég held að Tækniskólinn séu betri, en ég hef bara á tilfinningunni að FB vilji meira vinna. Já. Tækniskólinn eru 2 á þessum bikar. Það er alltaf mikið, sko. FB er ekki neitt á þessu. Það er rétt. Þannig ég bara finn það á mér. En svo náttúrulega var ég með yfirlýsingu náðan og ég er fyrir þann skóla sem vinnur þetta. Já. Það er náttúrulega hjút, sko. Já, ég held að liðin myndir reyna að tapa leiknum bara til að þú farir ekki í sama skóla á þau. Það verður glæð, sko. Nei, þetta væri bara þró, 0-0. Já. Það verður mér allt kvöld í overtime. 0-0 overtime í klukkutíma eða 2. Nei, við mistum hann inn, maður. Nei, en ég held að Tækniskólinn sé betri, en ég bara finn það á mér að FB, þeir vilja þetta meira. Fyrir Tækniskólinn er þetta bara venjulegt ár. Þetta er dagur Breiðholtsins, sko. Já. Hérna erum við að tala í Tækniskólanum Daxa, sem átti leik bara aldarinnar, einust umferð. Tásur, það eru Tásur í úrslitum. Hann átti hlátur aldarinnar. Já. Karamelligægin fyrir Tækniskólan og í FP erum við með The Real Aron Khan sem samt ekki raunverulegi Aron Khan. Það eru búin að fá það staðfest, eða? Já, það er staðfest, miður. Þannig að það eru ligarar í báðum liðum. Það er Simple í Tekno. Sem er ekki Simple, sko. Sem er ekki Simple og Aron Khan sem er ekki Aron Khan. Já. Meira svo að segja The Real Aron Khan. Já. Það er bara heila lígi. Skúlmundur, Axel Ingi og Pálmar Killer og þetta verður dásamlegt að fylgjast með hérna. Já, þetta er eins og ég veit ekki hvort að hljóðið var inni þegar ég sagði þetta, en FB unnu í riðlinum. Þannig heldurðu að það mun haldast þannig, að FB líti út fyrir að vera sterkari? Já, það var ekki komið hreint hvort að það væri sumir gæja sem unnu. Við vitum ekki hvernig liðið voru þá, en ég meina að þú horfir á liðið núna, en við erum með 3 skráða hjá Tækniskólanum. Er það sama í riðlaði? Er það sama? Það geti bara vel verið, en ég meina veldur ekki líka bara allt á dagsforminu? Jú. En svo eins og segir, eins og við tölum um áðan, þeir eru að spila hérna á LAN-i, eða ekki? Jú. Það spila líka inn í, sko. Já. Og þetta er spurning, Daxi hefur mætt á LAN í Rocket League mótið, eða ekki? Jú. Hvernig stáðan sé þar? Ég held bara þokkalega vel. Þokkalega vel, sko. Og hérna, þetta verður, já, þetta getur farið á báða vegu, sem er bara virkilega flott. Já, það er bara 1-1. Draumastaðan væri 1-1, já. Overtime. Geggja mark til að enda. Það er draumurinn. Já. Ég væri til að sjá einhverja rosalega klemmu hérna. Einhverja bara... Já. Mér langar bara að allir keyra löglega. Já. Allir bílar á guttunni, ekki allir hafa gaman. Fylgja umferðarlögum. Já, sjálfsögðu. Og, já, þú veist, nota ekki eitthvað nýtró hérna. Nei, það er ólöglegt. Það er ólöglegt. Passi á stöðunarskildum, stoppa alveg, bíðið 3 sekundur. En við erum að fara hérna af stað í úrslitaleik kvöldsins. Það er Rocket League. Daxi hérna fyrir Tækniskólan, tekur vel á móti boltanum. Gott 50 hérna samt sem áður. Karamelligægin setur hann upp, Tásur hættir við. Skúlmundur og Aron Khan hérna. Og þar er Daxi og hann er strax búinn að skora! Tækniskólinn er komin í 1-0. Fljótur að taka fórskot eftir erfiða byrjun á
bara viðregninni. En líta mjög sterkir út hérna. Og leikmanni sem við tölum þyrfti að stíga upp. Daxi mættur hérna með annað mark og hann strax búinn að skora annað mark og Tækniskólinn kominn í 2-0. Alltaf ótrúlega mikil óreiða hérna í kickoffs. Daxi kom ekki hingað til hans vini, sko. Ó nei. Hann kom hingað til að tryggja sér sækja málminn, sko. Já. 2-0 hérna. Hérna eru Tásur en Axel á undan Tásunum. Nei, ekki alveg rétt í vikillinn. Daxi núna komið með boltan. Það ekki að halda áfram. Skúlmundur missir af honum. Smá stress í mönnum. Eðlilegt hérna. Skúlmundur nær tortimingunni. Daxi á ekkert búst hérna. Aron Kahn rétt missir af þessu. Vá. Má bara... Má finna fyrir stressinu sem FB að lenda í. Karamellgæinn hérna með virkilega flott skot. Þetta bara samskeytin. Vá. Úff. Þetta ég held að hann var alls ekki að miða þetta. Ég held að það var líka smá stress í honum. Ég held að hann ekki að vera miða á Samuel. Daxi hérna, Tásur fyrirgeðu og Aron Kahn setur hann niður. Fara saman upp í þetta, Aron næri sig í burtu en núna Daxi fljótari í boltan. Setur hann hátt yfir í hitt hornið. Þar eru Tásurnar tilbúnar. Þá kemur Axel hérna. Skúlmundur. Og næri svo fram hjá Tásunum. Þá kemur... Rekst í Aron Kahn. Aron Kahn hérna. Fín pressa hérna, Daxi næra að koma sér í burtu. Skúlmundur fyrstur í boltan. Nei, það Karamellgæinn. Karamellgæinn virkilega vel gert og staðan 4-0 fyrir Tækniskólann hérna mótið FB. Já, hérna hér. En hvað skeiði hérna til hann fór inn? Hann klikka bara. FB þurfa að anda. Þetta bara... Núna var ég gott að ég taktikal, sko. Já. Þetta maður sér það ákveðin þeir eru að spila. Þeir eru ekki að hitta boltan. Þeir eru... Það annarkvort hendunar að hristast eða bara... Þeir eru að reyna að venja setupinu. Erfitt hérna, Tásur á réttum stað. Þá kemur Axel hérna. Það eitthvað einu með Rocket líka, fjastringi alltaf saman fjastringinu. En seifa stillingar yfir tölvur. Já. Axel hérna. Gæti verið að þeir hafi glemt að taka mynda stillingunum og laga þær. Daxi hérna. Tásur. Vissir á honum og hann Karamellgæinn mættur og það 5-0 fyrir Tækniskólann. Þvílíkt spil! Það gæti ekki þrenna hjá Karamellgæinn? Jú. Karamellgæinn komið með 3. Daxi með 2. Og Tásur. Ekkert ennþá því miður en 5-0 hérna fyrir Tækniskólann í fyrsta leik. Og það ekki komin hálfleikur. Og reynir klemmuna, næri því ekki alveg. Skúlmundur reynir að halda svo áfram, Karamellgæinn kemur þessu hátt upp. Axel reynir að taka þetta burtu en þar eru Tásur að taka mót honum. Kemur þessu samt fram hjá, feikar hérna sendinguna. Axel aðeins of hægur í boltan. Nær ekki að klára þetta. Tásur hérna fyrir, þar bara Aron Kahn á undan. Nær ekki annari snertingu hérna. Skúlmundur. Ekki með rétta vingilinn. Og núna ætla Daxi að reyna að koma sig hérna yfir allt liðið. Aron Kahn stöðvar aðeins smá en Tásur fljótur að halda þessu áfram. Sendir tilbaka á Karamellgæinn. Karamellgæinn sendir hérna inn fyrir miðju. Axel kemur þessu burtu en Daxi tekur á mótunum. Skúlmundur með gott 50 hérna. Þá kemur Axel, missir á honum. Setur þetta upp fyrir Skúlmund. Nær ekki skotinu. Tásur hérna reynir sendinguna en það bara Aron. Daxi þarf að gera vel hérna. Og þarna lenda Skúlmundur og Axel ekki saman. Þetta ekki gott. Smá árekstur. Daxi hérna. Karamellgæinn. Og Daxi aftur mættur. Daxi heldur áfram, sendir inn fyrir miðju en enginn að taka mótunum.
Karamell gæinn hérna missir af honum. Tásur setur hann niður. Skúlmundur kemur sér fram hérna fyrir FB. Aron Kahn, hann næri ekki alveg rétta skotinu. Axel heldur þessu áfram. Tásur hendur þessu tilbaka. Aron Kahn hérna. Og þar eru Tásur. Og Skúlmundur á móti Daxa fyrir fram hjá tveimur hérna. Reynir sendinguna, þarna enginn samt mættur. Karamell gæinn á lítið boost, þá kemur Daxi hérna. Tásur, gott 50 hérna hjá Aron Kahn. Daxi ætti að mæta í boltan en að næri hérna flippinu, heldur þessu áfram en Axel næri að taka við þessu. Tásur heldur þessu samt áfram. Reynir að koma þessu inn á ramman en Aron Kahn kemur þessu burt. Daxi upp í hornið. Það ekki að halda áfram. Skúlmundur fer yfir hornið. Það eru nokkrar sekundur hérna eftir. Aron Tásur upp í loftið. Og reynir sendingana hérna niður. Og þarna kemur Skúlmundur og Tækniskólinn tekur leik nummer 1, 5-0. Þetta brekka fyrir FB maður. Já, mjög stór brekka. Það náðast bara hóll. Já, bara heilt fjall. Þetta ég veit eins og ekki hvað FB geta gert til þess að komast aftur inn. Þetta var... Jú, þeir eru bara að ná andanum aðeins. Já, þetta var því lengra sem leikurinn fór, því jafnara þetta varð. Þannig það alveg spurning hvort að FB þurfti bara smá tíma til að hita upp. Já, það sem er best fyrir núna bara gleyma þessu leik, hann í búinn. Já. Ná aðeins andanum. 2-0. Hugsa bara þannig. Já. Þetta eins og við sáum, fyrstu 2 mínúturnar. Þá komu öll 5 mörkin. Já, Tækniskólinn átti svona fyrsta hálfleikinn, getur við sagt, í rauninni. Heldur betur maður. Já, áttan mjög samfærandi. En skuldlaust. En það góða við það fyrir FB-aðdáendur, það að seinni helmingurinn var ekki slæmur hjá þeim. Alls ekki. Og sérstaklega núna, þeir eru komin með mínútu í smá pásu. Þeir fengu að anda smá og ættu vonandi að byrja að hitta boltan. Já, eins og ég segi, bara gleyma hinleiknum, hann er búinn. 0-0 yfir þennan. Jæja, Tækniskólinn 5 mínútum frá því að vinna. Eða ekki. Frísbyggarinn 2025 hérna. Aron Kahn kemur sig hérna langt út 8 markinu en Karamell gæinn nær að koma sig í burtu. Aron Kahn reynir að halda áfram, nær því ekki alveg. Daxi hérna nær þessu hálfpartinn fram hjá Skúlmundi. Nær skotin. Nær skotinu, fer ekki á ramman. Aron Kahn ætti ekki að ná þessu og þetta hættuleg staða en wow! Svakalega vasslana frá Skúlmund og Axel komin aftur í sókn hérna Tásur. Kemur þessu burtu, hættulegu bolti, stór hættulegt allir frammið hjá FB. Ég vissulega betra frá FB. Já, þeir komu með einhverja árás. En Karamell gæinn finnur vinkilinn! Það að smygla þessu fram hjá öllu liðinu og kemur Tækniskólanum yfir leik nr. 2. Svo kemur ljós hvort þetta mark hafi bara verið moral killerinn sko. Það er samt nóg eftir. Já. 1-0 hérna fyrir Tækniskólanum. FB hérna með brekku. Tásur hérna, Skúlmundur mætir þeim. Karamell gæinn og Axel. Aron Kahn hérna. Axel upp í loftið, þar Daxi á undan. Og hann nær að klára 2-0 fyrir Tækniskólann. Þetta var hins vegar mótkillerinn. Já. Byrja mjög svipað, heyrum í stönginni þarna. 2-0 fyrir Tækniskólanum, ekki langt í að þeir ná að tryggja sig bikarinn. Nema FB ná að gera eitthvað hérna til að koma í veg fyrir það. Gott kick-off hérna, Karamell gæinn í loftinu. Ágætis 50 á móti, Skúlmundi. Aron missir á honum, þá kemur Daxi. Setur hann upp, en... Nær honum ekki alveg áttina markinu en Karamell gæinn kemur þessu burt. Aron Kahn heldur þessu áfram. Hittir ramman en Daxi nær að verja.
Skúlmundur hérna næri ekki alveg að gera sem áttur þessu. Daxi fram. Aron kann koma með boltan, kemur þessi fram hjá fyrstu tveim. Karameli gæinn kemur þessi líka fram hjá honum en Daxi afturmættur í vörnina. Daxi með frábært skot! Þetta í stönginni! Tásur. Nei. Enga tásur í dag. Axel kemur þessu aftur fram, sendir á Aron. Aron nær þessu mjög langt áfram en nær ekki að koma markinu inn. Hættilegt hérna. Aron fyrstur að átta sig. Daxi kemur honum aftur fram. Skúlmundur hérna í loftið. Nær hann að gera sér mat úr þessu? Nei! Mjög góð tilraun frá Skúlmund. Axel koma sókninni áfram. Daxi stoppar þetta vel. Daxi algjör veggur hérna. Daxi að spila virkilega vel. Sko, FB að sækja bara mikið betur, en tæknum bara með sörfið í öllu. Smá árekstur hana. Gott 50 hérna. Tásur í loftinu. Hérna Aron á lítið búst. Þá kemur Daxi. Nær sendingunni, en það bara Aron. Kann mættur. Tásur hérna í vörninni, virkilega vel gert. Daxi kemur boltanum fram. Skúlmundur beint aftur í sókn fyrir FB hérna, 2 mínútur á klukkunni. En þá smá spooky. Ekkert búst til en Daxi nær að koma sér burt. Aron kemur þessu aftur upp. Aron heldur áfram en vel mætt frá Tásum. Skúlmundur hérna í hornið. Daxi með erfiðan bolta hérna fyrir en nær að bjarga sér einhvern veginn. Aron aftur í sóknina. Tásur hérna. Ef FB vilja koma sér inn í leikinn þá þurfa þær að skora núna. Já. Karamel gæinn. Tásur fram hjá Aroni. Reynir sendinguna. Álitlega sókn núna sem geti myndast fyrir FB hérna. Axel en Karamel gæinn nær þessu. Reynir sendinguna hérna og þetta í sláni. Hérna kemur Daxi og klárar. Þetta færi í staðan orðin 3-0 fyrir Tækniskólann. Góða líkur á að þetta sé að fara að tryggja Tækniskólanum sigur. 1 mínúta 15 sek eftir en spurning hvort FB nái að skora 3 mörk á þessum tíma. Það held ég ekki. Við hérna í Rocket League bransanum við þekkjum að það tekur bara 2 sekúndur að skora mark. Þannig að það allt hægt ennþá. Aron kann hérna og þeir bara með sörfið í öllum sóknum. Hættulegt skotina en kemst ekki lengra. Tásur hérna þá ekki búinn að skora. Þeir eru smá komnir á þann punktina FB að þeir eru að senda alla í sóknina. Þeir eru að gera allt sem mögulega hægt til að skora þessi 3 mörk. Át á takk. 40 sekundur hérna. Og Daxi hérna losar pressuna. Fer upp í loftið. Skúlmundur mætir honum. Virkilega vel hérna. Axel. Og Aron missir á honum. Og Aron og hérna opið mark en þeir bjarga! Það vill ekki inn fyrir þá. Vá. Skúlmundur hérna 15 sekundur eftir. Tækniskólinn við það hérna og Karamel gæinn. Fastur bolti, þar Skúlmundur í loftinu, reynir að senda á Aron. FB þurfa að ná einu marki hérna bara til að vera ekki alveg svípaðir hérna í Rocket League. En gera það ekki. Tækniskólinn tekur þetta 2-0. Og í viðuregni taka þetta 2-1 og tryggja sér sigur frís 2025. Frí pítuðu? Já, þeir unnu svo sem, bara lesa á þetta. Þeir unnu 2021, 2022, náðu ekki 2023 og 2024 en eru núna aftur komnir með sigurinn. Heldur betur. 3. frístitill hjá Tækniskólanum. Bara virkilega vel spilað og maður leiksins verður bara að vera Daxi. Já, ég vil samt gefa Karamel gæðinum stórstjáta. Já, 100%. Frá fyrir leikjum þá hann búinn að bæta sig mjög mikið bara frá þar senstu. En voru þeir ekki spilað bara þannig að Daxi og Karamel voru að sækja og Tásur í vörðinni? Jú. Og Tásur náttúrulega helt hreinu bara. Það voru Tásur út allt. Galið að þeir náðu ekki að skora hann í senglunum, FB. Já, þetta var virkilega flottur leikur. Já. Virkilega flottur leikur. Mér líður eins og þetta hefði átt að vera leikjavalið
hjá Tækniskólanum yfir CS. Vistu það? Þetta var það samfærandi að Já, en ef að FB var búið að velja Fortnite fyrst, þá viltu kannski fá leikinn sem út byttir í sætir, sko. Já, það geti alveg verið. Gæti að verið taktískt á Tækniskólanum að taka Counter-Strike og svo fara í þetta í restina. En þrátt fyrir að viðureignin búin, þá streymið ekki alveg búið. Við ætlum að fá Tækniskólanina eftir smástund í verðlaunaafhendingu, þannig ekki fara langt.
Herru, velkomin aftur hérna, við höfum sigurliðið Tækniskólann, bara yfir hópinn hérna, hvernig líður ykkur? Er eitthvað stemmari í liðinu? Rugglaði stemmari, sko. Þú mátt svara fyrir höndliðsins. Það er bara rugglaði stemmari hérna, við erum bara sultu slökull í náttfötum, sko. Já, meðlutin í náttfötum alla. Já, er eitthvað þema hjá ykkur í dag? Já, í ár var náttföta þemi, seinast árið og mættum við í jakkafötum og eitthvað. Þannig að við erum bara að gera gaman úr þessu, sko. Er búið að ákveða þema fyrir næsta ár? Það er eiginlega bara ákveðið svona viku fyrir úrslit, sko. Já. En í dag voru þið að sigra Frís 2025. Þið eigið skili bikar sem þið eru að fá í 3. skipti hérna. Aron ætlar að mæta með henni. Aron? Hvað tekur við honum? Tiago tekur við honum. Hann er búinn að vera hérna lengst. Hann ég hjálpa þér. Hvernig líður? Hefurðu oft haldið á þessum bikar? Þetta er 3. skipti. 3. skipti. Ætlar að gera það 4. En annars bara til hamingju með sigurinn. Leyfðu mér að heyra í stemmaranum hérna. Æðislegir, ætlar ekki að lyfta upp bikarnum. Gefa honum einn koss. Já. Geggjaðir. Herru, þið hafið allan tíman hérna bara til að fagna og bara takk kærlega fyrir þáttöku og æðislega leiki. Takk.